Góðan daginn og gaman að sjá ykkur. Mikið búið að vera gaman að vera með ykkur í dag á þessum spennandi viðburði og góðu umræðum og takk þetta bara Festa, Tómas og Hrund og Tinna fyrir öfluga hvatningu hér í upphafi og ekki síst Friðrik, uppfinningamaður sem þetta bara að breyta heiminum. En líka Dóra fyrir að minna mig á að ég alltaf í spuna. Og ég var mjög spennt fyrir ræstingar ásatíðinni þar sem ég ætlaði að láta heimilistóna spila með Kústo Fæó. En mér langar kannski að byrja að segja ykkur bara smá sögu. Og sagan fiðlu. Og ég lofa að segja ykkur síðan eitthvað stærra á eftir. En ég var með skrifstofuna mína á Vestfjörðum í haust. Og ég labbaði inn í FabLabið sem við styðjum á Ísafirði sem inn í grunnskólanum. Og þar tekur á móti mér hópur fólks og ungra krakka á grunnskólaaldri sem í frístund. Og þau svona hópast að mér og byrja að sýna mér dót sem þau hafi prentað og búið til í FabLabinu. Og þau sýndu mér fullt af einhverjum dýrum og símahulstur sem þau búið til og eitthvað mjög ljótt mannsæstimerki. Og svo kom strákur með svona sítt hár og húfu og kom upp að mér og hélt á fiðlu. Og maður bara, má ég spila fyrir þig á þessa fiðlu? Og ég sá að fiðlan var augljóslega prentuð. Og ég sagði, já, vá, endilega, spilaði fyrir mig á fiðluna. Og fiðlan hljómaði alveg eins og venjuleg fiðla. Hann spilaði þarna nokkur lög og ég prófaði hana reynda líka, en Suzuki stóð ekkert mjög vel með mér. En þarna var búið að prenta fiðlu þar sem efniskostnaðurinn var 700 krónur. Prentuð á Ísafirði og eykur aðgengi, sjálfbærni, að tónlistarnámi, óháð efnahag og staðsetningu. Og þetta kannski svona lítilsaga, en það var á föstudaginn þar sem ég hitti Bandaríkjamann og hann kom upp að mér og sagði, býtu, þú ert nýsköpunarráðherra á Íslandi. Ég sagði, já, rétt. Og hann var ekki bara svona að spyrja þegar margir halda að ég sé aðstofamaðurinn, en þessi spurði af því að hann hafði verið að lesa Wall Street Journal og var bara, þið eruð að breyta heiminum. Og mér fannst þetta nokkuð stór orð. En þá hafði hann séð þessa frétt á forsíðu Wall Street Journal. Og fréttin var fyrirtækið Curio, sem systurfélag Marel sem við þekkjum öll svo vel. Og þar segir svo skýrt að þau séu að halda á lyklinum til framtíðar. Þau muni hafa víðtæk áhrif á virðiskeðjuna allan heim. Og eftir að hann benti mér á þetta fór ég að lesa fréttina og Curio að framleiða fiskvinnsluvélar sem að þrívítaprenta og fyrirtækið leiðir einhvern veginn saman alúðina sem felast í handsmíðum vélarhlutum en líka tækninýjungum og íslensku hugviti fyrst og fremst. Og Wall Street Journal segir svo ótrúlega skemmtilega frá þessu. Segir að vélarnir munu einfaldlega breyta allri framleiðslu, hvort sem þeir í sjávarútvegi, matvælaframleiðslu eða öðru. Frumgerðirnar séu ekki lengur nauðsynlegar. Framleiðslutíminn sem áður gat tekið langan tíma styttist leið og það verður einhvern veginn auðveldara og ódýrara að koma þjónustunni nær þeim sem hana þurfa. Prentunin tekur bæði örskamma stund og magn þarf ekki að telja í hundruðum eða þúsundum. Lausn svona fyrirtækja þetta lykillinn af sjálfbæru hagkerfi. Og þetta dæmi einhvern veginn í anda þess sem að gerast á Íslandi. Það bara fjöldi fyrirtækja á Íslandi sem að vinna að lausnum sem að leysa stóru áskoranir heimsins. Og nýverið fékk fyrirtækið Whisper 1,4 milljarð í styrk frá Evrópusambandinu. En þau ætla að prófa að þróa nýsköpunarlausnir í orkuskiptum og geta dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda 30% hjá tankskipum í eldsneytisnotkun. Og ég las þessa frétt á Viðskiptablaðinu og ég var bara, þetta hljómar alveg eins og lausnin sem ég heyrði af í byrjun árs. Ég hafði hitt miðaldra hjón í FabLabi í Breiðholti sem voru að sýna mér eitthvað svona gám með vindmyllu inni. Og vitið til, Sætvind fyrirtækið sem undir félaginu Whisper var til prótótýpan í FabLabi sem opið og aðgengilegt á Íslandi hjá hjónum sem fengu hugmyndina við eldhúsborðið.
Og þetta allt dæmi sjálfbærni og hvernig hugvitið getur verið virkjað svo stórkostlega í þágu þess, bæði með nýsköpun og hugviti af vopni. Og tæknin færir okkur einhvern veginn bara endalaus tækifæri. Og við eigum ekki að horfa á framhjá þróuninni, heldur eigum við að hlaupa með henni og reima á okkur skóna. Af því að það er ekki aðeins fyrir atvinnulífið og framleiðslu og þekkingariðnað heim allan, heldur líka fyrir ungmennið sem getur haft aðgengi að tónlistarkennslu með 700 króna fiðlunni eða miðaldra hjónin sem breyttu hugmyndinni við eldhúsborðið í mikil verðmæti. En hvað er sjálfbærni? Sko, ég segi, það þurfa fleiri að tengja við orðið og skilja hugmyndina en kaupa sér miða á sjálfbærniráðstefnu. Já, ég er að horfa á ykkur. Af því að þetta er svo vítt hugtak og þetta er miklu stærra og meira heldur en við viljum oft vera að láta. Við erum kannski að hugsa svona nokkur atriði, sjálfbærni, grænar lausnir, en þetta snýst allan hringinn. Og þetta snýst ekki bara fjármuni í grænar lausnir, heldur líka það hvernig við ætlum að eiga fjármuni í grænar lausnir. Þannig að fyrir mér er sjálfbærni mjög stórt og vítt hugtak. Bæði er sjálfbærni lágir skattar, réttir hvatar og samkeppnishæft umhverfi, svo að fyrirtækin, fólkið okkar og þekkingin verði hér á landi af því í því felst sjálfbærni. Og fyrir mér er það líka að ríkissjóður sé ekki rekinn með risa halla, heldur rekum við sjálfbært samfélag á öllu leyti, sjálfbært Ísland í gegnum alla þræði okkar og þetta eru ekki andstæðir pólar. Þetta snýst að taka alla myndina inn og þá þurfum við að spyrja okkur hvert er hlutverk ríkisins í því samhengi, hvert er hlutverk ríkisins í sjálfbærni og getur sjálfbærnin orðið sjálfbær? Er ekki fyrst og fremst hlutverk ríkisins að búa til umhverfi þar sem fólk og hugmyndir, vísindi og rannsóknir geta blómstrað og leyst vandamálin sem blasa frammi fyrir okkur? Ég held allavega að Margrét Ósleif hafi orðað þetta svolítið vel að við ættum að rétta þeim keflið. Það sé svolítið hlutverk stjórnvaldanna. Af því ég trúi því að þeim sem við réttum keflið í réttu umhverfinu geti hlaupið svo hratt og það sé okkar að hafa efni við kláran í hlaupabrautina þótt við vitum ekki alveg hvar hún liggur. Og 1 af hverjum 10 manneskjum býr við óheilnæmt loft og jökullinn er ekki lengur jökull. Við þekkjum þessar áskoranir og verðum auðvitað að bregðast við með skynsamum og framsýnum lausnum. En mig langar aðeins að nefna hluti sem ég held að sé mikilvægt að gera. Og það er ekkert nýtt að Ísland sé fjallað í erlendum blöðum. En það er kannski nýtt að það sé bara ekki fallega konur og sterka karlmenn. Í dag er það oftast nýsköpun og hugmyndir fólksins okkar, fallegu kvennanna og sterku karlmannanna. En jarðvarminn var kannski okkar mesti áhrifavaldur, það er að segja sem ekki á Instagram allavega. Og það hefur sennilega vakið alveg heimsathygli hvernig við Íslandi nýtum jarðvarmann og endurnýtum orku. Við nýtum þessa orku einhvern veginn til að rækta grænmeti og fólk horfi til okkar og segir vá. Við erum að byggja upp landeldi og jarðvarminn er farin að spila mjög stórt hlutverk í að laða ferðamenn til landsins með öllum þessum framúrskarandi fyrirtækjum, hvort sem það er Friðheimar eða Bláa lónið, Krafla, Carbfix eða Vaxa, Bioeffect eða Algalíf eða Keresis. Þetta eru allt orðin mjög framsýn hugvits fyrirtæki sem byggja á íslenskum jarðvarma. Og við höfum náð að virkja hugvitið í gegnum aldirnar og iðnbyltingin á síðustu öld riðust við í öflug raforkukerfi og hitaveitu og byrjum að nýta fallvötnin og tókum stór stökk í lífsgæðum þjóðarinnar. Og í dag gefur þessi bylting okkur ákveðið forskot og því er ég sammála Friðriki að við eigum að vera bjartsýn. Ekki aðeins af því að orka er aflgjafi verðmætasköpunar, bara af því að okkur fylgir gæfa til þess að virkja tækifærin, virkja sjálfbærni og endurnýja orku og ég er því að móta sjálfbæra iðnaðarstefnu. Þar sem sérstaklega verður litið til þess sem við þurfum, hvernig má bæta framleiðni, fjölbreytni og sjálfbærni íslensk iðnaðar á tímum örra samfélagsbreytinga
með það að leiðarljósi að skapa stöðugt og hagkvæmt og skilvirkt starfsumhverfi. Ég held að þurfa að innleiða sjálfbærni í allt iðnnám og bæta verulega úr endurmenntun í þessu sviði. Af því að það mjög mikilvægt að iðnaður og þekkingar iðnaður, öll þessi fyrirtæki sem ég nefndi, öll fyrirtæki sem byggð á hugviti, það okkar stærsta tækifæri til vaxtar. Og þar þurfa stjórnvöld líka að hafa mjög skýra sýn. Hitt atriðið að setja mjög skýran farveg, aukinn kraft í nýsköpun í matvælaiðnaði. Undanfarin misseri hafa sýnt okkur talsvert skýrar hversu samofin kerfi okkar þvert á landamæri. Og virðiskeðjan einfaldlega ekki einföld. Loftslagsbreytingar, heimsfaraldur og stríð, mataróöryggi hefur tvöfaldast og það undirstaða heilbrigðis og velferðar að tryggja aðgang að matvælum. Og það hlýtur að vera verkefni allra þjóða að tryggja fæðuöryggi. Og við höfum allt til þess til að vera í sókn. Og við þurfum kannski að hætta að vera í vörn gagnvart landbúnaði. Við þurfum að hætta að styrkja bændur til að leggja niður störf, heldur hjálpa þeim að finna leiðina að breyttum störfum, nýjum störfum framtíðar, þar sem þeir grípa áskoranirnar og tækifærin sem fyrir þeim eru. Að ég held að við höfum allt til þess og meira. Við höfum landið, við höfum þekkinguna, við höfum hugmyndirnar, metnaðinn, reynslu og auðvitað allt okkar frábæra fólk. Og Ísland flytur inn helming af þeim matvælum sem við neytum. Við Íslandsstrendur kemur 1,3% af þeim fiski sem veiddur í heiminum. Og það ekki langt síðan að við nýttum aðeins fiskiflökin okkar til matar eins og þið þekkir, en núna nýting okkar á heimsmælikvarða, þegar við nýtum 90% af fiski. Af því að fiskur ekki bara fiskur. Fiskur orðinn plástur. Fiskur lýsi- og bætiefni, tískuvörur, snyrtivörur, lækningavörur og svo geti ég örugglega áfram talið. Og við Íslendingar með sjálfbærasta sjávarútveg í heimi. Og það munaður að vera í þeirri stöðu að framleiðurinn meiri mat en við neytum sjálf, en það aðalega fiskur. Þannig að við höfum fæðuna, orkuna og næringarefnin, en við höfum kannski ekki fjölbreytnina sem við viljum. Og það mikil sóknarfæri í íslenskri matvælaframleiðslu. Og við höfum þess vegna líka góða sögu að byggja á. Hvernig gerist þetta? Og hvernig gerðist það að við með sjálfbærasta sjávarútveg í heimi? Gerðist þetta með regluverki að ofan, það hugmyndir stjórnmálamanna hvernig ætti að skera fisk og vinna úr honum? Nei, þetta gerðist auðvitað með samkeppni hugmyndana, þarfir og kröfur neytendana, tækifæri verðmætana, frumkvæði einstaklingana og fyrirtækjana og að það sé horft til framtíðar. Hvernig eykst verðmæti vörunar? Jú, með nýtingu afurðanna og sjálfbærni. Lykillinn umhverfið og kjörlendi sem við ætlum að skapa. En svo ég bara orðin svo svöng. Vissuð þið að frá því að áður pabbi fæddist, 1950, þá höfum við búið til íslenska banana. Þessi reyndar ekki íslenskur, en þeir fást ekki í janúar. En við höfum ræktað banana í Hveragerði frá 1950 með jarðvarma. Og þið getið fengið á sumardaginn 1. Ég hringdi og spurði í dag. Skrifstofan mín var líka á Austurlandi daginn og þar fekk ég að smakka íslenskt wasabi hjá Nordic Wasabi. Og það svona mikil gróska í matvælaframleiðslu á Íslandi. Allt land frá gúrkum og upp í wasabi. Og þjóðir heims að átta sig á þessu. Árlega funda helstu þjóðarleiðtogar heims í Davos. Í aðdraganda fundarins sem var núna í janúar, þá var gerð könnun meðal 126 þjóða þar sem spurt var hvernig undirbúum okkur undir framtíðina og svona meiri nýsköpun. Og það var tekið fram þrennt. Það voru menntamál, heilbrigðisvísindi og landbúnaður. Áskorun sú að ná nýsköpunarsprotum inn á markað þar sem hugmyndirnar ná að breyta núverandi kerfum. Og þetta það sem ég ætla að reyna að leggja af mörkum. Og ég hef nú þegar á þessu ári mínu komið fram með nýsköpun í háskólaumhverfinu. Meðal annars með samstarfi háskóla þar sem ég forgangsraðaði 2 milljörðum til verkefna í samkeppni nýsköpun og menntun í þágu samfélagsins. Og fléttuna sem var forgangsröðun nýsköpun í heilbrigðisvísindum.
En ég veit ég hvorki heilbrigðisráðherra né matvælaráðherra, en ég nýsköpunarráðherra. Nýsköpunarráðherra sem á að setja innleiðingu á dagskrá og þessi mál skýrlega á dagskrá og leysa krafta úr læðingi. Og þess vegna mun ég í ár 2023 leggja aukna áherslu á sjálfbæran iðnað, skýra stefnu aukinn þekkingariðnað og líka þar sem matvælaframleiðsla spilar stórt hlutverk. Eftirspurn eftir matvælum bara að aukast. Góðu gestir, síðan eru það háskólarnir. Þeir eru lykillinn að því að við náum auknum árangri og höfum getu til þess að byggja upp þekkingarsamfélag. Líkt og ég hef komið inn á fæðuöryggi okkar mikilvægt. Og lykillinn gott nám og í gegnum samstarf háskóla langar mig að segja ykkur frá 2 nýjum verkefnum í þágu sjálfbærni. 4 háskólar á Íslandi ætla að taka höndum saman og byggja upp öflugt háskólanám í þágu lagareldis. Námið á að skila fagfólki til starfa og nýsköpunar á þessu ört vaxandi sviði. Verkefnum stuðla að forystu í sjálfbæru lagareldi sem tekur fullt mið á opinberum stefnum loftslagsmál og líffræðilega fjölbreytni. Annað verkefni síðan að Ísland verði í forystu í framleiðslu nýrra próteina. Verðugt verkefni þar sem á að koma á fót rannsóknum og nýsköpunar á sviði næstu kynslóða matvæla og fóður próteina og byggja upp mjög flott nám á þessu sviði. Við eigum að nota vísindin og rannsóknir sem leiðarljós og byggja upp betri framtíð. Ekki bara fyrir umhverfið, heldur líka fyrir okkur sem manneskjur og þeim sem eftir koma. Ég trúi því mjög skýrt að lykillinn að bættum lífsgæðum og fleiri tækifærum á Íslandi sé að hugvitið verði stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. En við þurfum að virkja það og staðan í loftslagsmálum krefst ýmissa breytinga. Ég held að nýjar greinar iðnaðar hafi sjaldan sprottið jafn hratt hvort sem það í nýjum tegundum af eldsneyti eða kolefnisförgun eða annars. Og árangur orð sem mér mjög hugleikið. Ef við náum engum árangri efnahagsleg staða okkar einfaldlega ekki sterk. Eitt mikilvægasta verkefni mitt því í stóru myndinni að fjölga stoðum íslensks efnahags. Og það gerist ekki að sjálfu sér. Aðalatriðið að við hættum að byggja nánast alfarið á takmörkuðum auðlindum og förum að auka verðmætasköpun á grundvelli hugvitsins. En það gerir enginn neitt einn og við lausn á einni stærstu áskorun samtímans samvinna einkaframtaksins og hins opinbera. Staðreyndin sú að stjórnvöld gera lítið án fólksins. Og það hlutverk okkar sem erum í stjórnmálum að tryggja réttar áherslur og skýra forgangsröðun. Við eigum að halda áfram að styðja við og skapa hvata til að stuðla að aukinni sjálfbærni, treysta á hugvitið, efla tækni og nýta vísindi og rannsóknir sem leiðarljós. Það síðan hlutverk ykkar að grípa tækifærið og hlaupa með það. En við eigum ekki aðeins að nota hausinn og hugvitið. Heldur verðum við líka að finna eldmóðinn og kjarkinn og hjartað til að gera hlutina betur og öðruvísi en áður. Takk fyrir mig.